Húsið sem Listaháskóli Íslands vill reisa við Frakkastíg og Laugaveg mun stærra en tollhúsið við Tryggvagötu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, skipulagshagfræðingur, segir reitin allt of lítinn fyrir slíka byggingu. Katrín Pálsdóttir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir það undarlegt og leiðinlegt hvernig umræðan byggingu Listaháskólans hefur þróast. Hér bara að ræða tillögu frá Listaháskólanum sem hefur ekkert gildi hvað borgina varðar. Þar af leiðandi búið að setja borgina í dálítið sérkennilega stöðu með því að stilla þessu þannig upp að hún sé að neita mönnum eitthvað. Sigmundur Davíð segir að borgin sé að koma mjög mikið á móts við Listaháskólann með því að tvöfalda það byggingamagn sem var gert ráð fyrir á reitnum við Laugaveg og Frakkastíg. Hann segir að samkvæmt teikningum Listaháskólans sé gert ráð fyrir að hús rísi sem sé 30% stærra en tollhúsið við Tryggvagötu. Sigmundur segir reitin allt of lítinn fyrir bygginguna sem kom í veg fyrir að hægt sé að gera heildstæða götumynd. Byggingin til að mynda tvöföld hæð gulahúsins hérna fyrir aftan okkur á þessu horni. Þannig að þetta mun gnæfa hérna yfir og reynslan svo að þegar slíkt gerist þá hvatinn farin til þess að gera upp gömul hús í kring í upprunalega mynd. Sigmundur Davíð segir að því miður hafi þetta mál verið gert af pólitísku bitbeini án þess að ræða það í grundvallaratriðum. Komið sæl og velkomin í Íslandi í dag. Hér á eftir kemur í ljós hver hlýtur ferð fyrir 2 til Los Angeles í So You Think You Can Dance leiknum, en yfir 10.000 manns tóku þátt í þeim leik og vinningshafinn, hann verður svo heppinn að fá ferð fyrir 2 á úrslitaþáttinn. En við erum stödd hér á umtalaðasta byggingarreit landsins, getum við sagt. Hér svokölluð vinningstillaga Listaháskólans og Samson á byggingarreitnum hér við Frakkastíg og Laugaveg. En fyrir utan pólitíkina í þessu máli, þá eru margir sem hafa komið fram núna og sagt að húsið sé einfaldlega allt of stórt fyrir þennan reit og myndi einfaldlega drepa miðbæinn frekar heldur en eflan. Við skulum skoða það eins með Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, skipulagshagfræðingi. Mér finnst skína í gegn þegar við skoðum tillögurnar. Það rauninni sama hvaða tillaga það svo megin niðurstaða að þessi reitur allt of lítill fyrir það byggingamagn sem gert ráð fyrir að koma fyrir hérna. Ég gagnrýndi nú á sínum tíma að það veri gert ráð fyrir helst miklu byggingamagni með stærð reitsins, en það var helmingurinn af því sem að Listaháskólinn núna fara fram á. Og það rétt að hafa í huga að þetta bara það sem að Listaháskólinn að biðja en ekki það sem borgin hefur leyft. Þar af leiðandi finnst mér dálítið ósanngjörn svo gagnrýni sem að skipulagsyfirvöld hafa fengið frá Listaháskólanum vegna þess að þau eru að teygja sig mjög langt í átt af því sem að skólinn biður Þetta eins og ég segi tvöfalt magn sem gert var ráð fyrir, og til að setja þetta í samhengi þá þetta 30% stærra en tollhúsið við Tryggvagötu að Kolaportinu meðtöldu. Og það bara sá hluti í Listaháskólanum sem á að vera hérna milli Laugavegar og Hverfisgötu. Svo gert ráð fyrir einhver bætist við þannig fyrir neðan. Þetta alveg gríðalegt magn á mjög litlum reit og í umhverfi þar sem að engin hús á sambærilegri stærð. Einmitt, og þetta, ef við kíkjum á þetta, þetta mjög hátt og stórt skrímsli hérna? Já, menn nú mjög góðir með þessar þrívídda tölvuteikningar að láta það líta vel út. Athugum til dæmis að þetta hús hérna hefur verið hækkað. Þar af leiðandi virkar stóra nýja húsið minna í samanburði en alla. Nú svo þetta náttúrulega eins og alltaf með þessar tölvugerðu teikningar látið glóa svona fallega í sólinni, en við þurfum líka að hugsa út hvernig lítur þetta út á köldum janúardegi í Reykjavík þegar að hús sem 30% stærra en tollhúsið komið hérna við Laugaveginn. Akkurat. Ég velti líka fyrir mér, hefði ekki mátt reyna að dreifa þessu á fleiri reiti hérna í kring og ég vil hafa torg og eitthvað skemmtilegt og búta þetta aðeins niður, hefði ekki bara skólinn haft gott af því? Já, það nú það sem kemur kannski mest á óvart við þessa tillögu. Yfirleitt vilja skólar hafa dálítið rými í kringum sig og jafnvel stórt torg og svo nokkrar byggingar þar í kring og garðaðina á milli fyrir nefndurna. Hér ætlunin að koma allri starfseminni fyrir í einum stórum massa. Sem að mér finnst mjög undarleg nálgun og ekki hvað síst hérna inn í gamla bænum. Það væri ágætt fyrir borgin held ég að hafa listaskólan í grennd við gamla bæinn á jaðri bæjarins. Slíkt algengt. En að setja þetta inn í það litla sem eftir af þessum gamla bæi Reykjavík, ég sé það ekki alveg ganga upp. En hvað með þau rök rektors skólan sem að segir oft að gamli bærin hafi einmitt gott að því að fá hérna alla þessa ungu nemendur og kraftinn í þeim og svo framvegis?
Mesta hættan í skipulagsmálum oft þegar að ræða menningu, menntun og listir, vegna þess að þá þorir enginn að gagnrýna það sem gert. Og við sáum og heyrðum nákvæmlega sömu rök fyrir stúdentagörðunum sem voru restir hérna niður við Lindagötu. Það átti að færa líf í bæinn með því að koma þar fyrir miklu massa og mörgu fólki, og það voru enginn að gagnrýna það náttúrulega, það verið að gera vel við nemendur. En hvað kemur svo daginn? Jú, það sama og við höfum séð gerast í borgum allan heim áratugum saman, og menn hafa víðast hvar áttað sig á áður. Það þýðir ekki að ætla að færa líf í gamlan bæ með gríðarlegu byggingamagni. Og við þurfum ekki að leita langt til þess að sjá áhrifin, að ná að líta bara hérna niður á Lindagötu, en samt hugmyndin að halda áfram með þá þróun hérna alveg upp að Laugaveginn. Þetta þá bara, nýr mokkakastali? Já, þetta sé ekki stærra en Morgunblaðshöllin, ég reyndar ekki kannan það, en já, þetta allavega, muna held ég stinga jafn mikið í stofi í umhverfinu eins og það. Og vandamálið í skipulagsmálum í Reykjavík hefur alltaf verið og líklega áfram það að menn alltaf í hálfkákir. Jú, það allt í lagi að hafa einhver gamlan bæ, en hinn svona blandað saman við án þess að það sé mikil hugsun í því. Núna reyndar, ég hef tekið eftir tölverið breytingu hjá skipulagsyfirvöldum með þessum tveimur síðustu formönnum skipulagsráðs, Hönnu Birnu og Svandísi Svavarsdóttur. Þær hafa haft mikinn áhuga á skipulagsmálunum og að móta heildarsýn og leggja sig fram við að koma hérna framfæri. Þess vegna er leiðilegt að sjá þetta mál þegar að menn ætla að halda sig við einhver megin áform, að það sjá þessu breytti í svona pólitískt karp. En þessi reitir sem við stöndum á, hvað finnst þér að gera hérna til þess að byggja hann upp þá? Já, hér gert ráð fyrir að 8 hús víkja á þessum reit og svo fleiri þarna neðan við Hverfisgötuna. En þetta svæði í kringum Laugaveg á þessum stað einna best til þess fallið að búa til í Reykjavík svona tiltölulega heildstæða gamla bæjarmynd. Nú, með gamla bæjarmynd þá á ég við svona gamla stan, gamli bæjar hlutin sem að gegnir ákveðnu hlutverki í borgarkerfinu. Við eigum mjög lítið af því á Íslandi, þannig að það synd að það færi til spillis. Reyndar eru mörg af húsinu hérna orðin algjörlega óþekkjanleg frá því sem áður var. En það hefur maður nú séð víða. Svona voru heilu borgirnar í Austur-Evrópu sem núna hafa verið færðar í upprunalegt horf. Og maður skildi ætla að við gætum gert það hérna í Reykjavík líka. Þannig ef að menn vilja efla gamla bæinn, þá ætti þeir myndi ekki gera þetta heldur að fara hinn áttina. Já, vegna þess að við höfum nóg rými fyrir stórbyggingarnar allt í kringum gamla bæinn og í reyninu á höfuðborgarsvæðinu öllu. Svoleiðis að það að vera alltaf að minnka þetta mjög litla gamla bæ sem við eigum, það kemur líka í veg fyrir að það sé hægt að búa til heildarmynd. Tilhneigingin nefnilega svo að við hliðin á svona stórhúsum þá séu gömlu húsin ekki hirt, vegna þess að þau náttúrulega get ekki notið sín sem hluti af einhverju gamalli heild. Og það þannig með þessi gömlu hús í Reykjavík að þau eru kannski lítils virði ein og sér. Gildið þeirra felst í heildinni, mörgum húsum saman. Þegar sú heild farin, þá er farin allir hvati til þess að gera upp húsin og færa þau.